Velkomin í Tækniskólann. Ég heiti Valdi og ég félagsmálafulltrúi í skólanum. Ég heiti Helena Dís og ég í stjórn Nemendasambandsins. Við erum stödd hérna í aðalbyggingunni á Skólavörðuholti og það sem er merkilegt við hana er þegar þú gengur hérna um aðalbygginguna þá kemur inn á aðra hæð. En við ætlum að byrja á að spritta okkur og kíkja svo aðeins hérna. Hér er svo sálfræðiþjónusta og hér í þessum þremur skrifstofum eru námsráðgjafar og ef við höfðum farið í staðinn fyrir að fara inn þennan gang heldur farið alveg í hinn endan þá höfum við fundið tölvuþjónustuna. En hérna upp förum við núna og skoðum mötuneytið nemenda. Þá erum við komin hérna í mötuneytið á 3. hæð. Hérna er hægt að fá hafragraut á morgnana og samlokur og alls konar gotterí fram eftir degi. Já, en eru þið með eitthvað sem heitir framtíðarstofa? Já, það er hérna, komdu. Hér er framtíðarstofan. Hérna í framtíðarstofunni, sem er einmitt ætluð öllum nemendum Tækniskólans, er aðstæða fyrir nemendur til þess að skapa, til þess að vinna og til þess að læra. Og þá ekki bara við námsefni upp úr bókinni, heldur bara öll áhugasvið sem að geta leiðið fyrir nemendunum. Og svo hérna upp á 5. hæðinni fyrir ofan okkur, þar er bókasafnið og þar er líka námsver þar sem nemendur geta sótt sér aðstoð við ýmis fög og verkefni. Þá eru svo lokið okkur hérna á Skólavörðuholtinu. Já, þetta er bara nokkuð flott. Langar þér að koma og kíkja niður í Hafnarfjarðaraðstæðuna þar? Já, endilega. Hæ, velkomin í Tækniskólann í Hafnarfirði, en fyrst og fremst ætla ég að biðja form skólanum. Og hérna á 1. hæð erum við með málmiðnadeildina og byggingatækniskólann. Þarna erum við með raftækniskólann, en fyrst skulum við samt fara upp og skoða skrifstofuna. Einn af stóru kostunum við húsnæðið í Hafnarfirði er að öll stóðþjónustan er nefnilega bara á einum stað. Og hérna erum við með tölvuþjónustuna, námsráðgjafann, sálfræðiþjónustuna og síðan þarna fyrir innan erum við með bókasafnið og síðan framtíðarstofuna. En hvernig pantaði tíma hjá sálfræðingi eða námsráðgjafa? Allar upplýsingar tímapantanir eru inn á vefsíðu skólans. Og hér í Hafnarfirði erum við með bókasafn og framtíðarstofu eins og þú nefndir á Skólavörðuholti. Já. En hvað getum við borðað? Ég skal bara sýna þér það. Og hér er matsalurinn, þar sem er hægt að fá sér hafragraut á morgnana og síðan hér erum við með aðstæður fyrir nemendur til að bara í rauninni slaka á milli tíma og svoleiðis. Og er það allt komið sem er hérna í Hafnarfirði? Nei, því bara hérna hinum við götuna erum við með pípulagningadeildina. Og hérna er pípulagningadeildin. En vissið þú að Tækniskólinn er á fleiri stöðum? Nei, hæ? Já, við erum líka á Háteisvegi í gamla sjómannaskólahúsinu. Já, ok. Komum að skoða. Þá erum við komin á Háteisveginn og hérna erum við með skipstjórnarskólann, véltækniskólann og upplýsingatækniskólann. þar sem er til dæmis tölvubrautin. Hér er svo matsalur nemenda og starfsmanna. Hérna er svona nemendarými þar sem nemendur geta slakað á milli tíma eða eftir kennslu. Svona rými er líka að finna á annarri hæðinni. Og hérna inn ganginn getum við svo fundið alla nemendaþjónustu og bókasafni. Hérna erum við með svona lesrými nemenda. Hér er námsráðgjafi og svo er hérna hópavinnuherbyggi og námsver. Ja, þá erum við búin að kíkja svona á það helsta í Tækniskólanum. En að lokum vil ég minna á vefnum tskóli.is er að finna allar upplýsingar stóðþjónustu og þá aðstoð sem nemendur getur þurft á að halda. En við þökkum bara kærlega fyrir okkur og bjóðum nýnema hjartanlega velkomna í skólann.